Í undirbúningsfasanum það hafa verið nefnt nokkuð sem við mig hvort ég ætla ekki að vera stuttorður. Við ætlum að skipta með okkur verkum. Ég ætla bara rétt að renna inn í þetta verkefni. Þið eru bara á flottu stað og svo bara færi ég mig hérna. En við erum svona búið til, eins og nefnt, tengingu við erindi hans Stein í upphafi. Það sem var sem við erum að vinna með ungu fólk í Grindavík og leyfa bæði röddu þeirra heyrast en þau séu líka með rannsakendur okkar. Og ég heiti Jakob Frímann Þorsteinsson og er lektor við Háskóla Íslands. Ég heiti Dísa Jakobsdóttir, kaospílot. Ég heiti Elínborg Ingvarsdóttir og er tómstunda- og félagsmálafræðingur og Grindvíkingur. Og ég heiti Kolbrún Dögg Ólafsdóttir og ég er nemi á fyrsta ári í tómstunda- og félagsmálafræði og líka Grindvíkingur. Þetta er svaka krú, sko. Og þessi mynd sem þið sjá hérna framan ykkur var tekin þegar við fórum í heimsókn og ungmenni í Grindavík voru okkar leiðsögumenn og vorum að skoða þá staði sem að þeim þótti eftir þetta verðir og þetta fengum við að fara inn í íþróttahúsið í náttúrulega undir dyggri leiðsögn slökkviliðsins. En aðeins forsöguna, eins og góðar hugmyndir þá fæddust við kaffibolla á því. Árni segir stundum ef við ekki fá okkur kaffibolla þegar kemur ykkur hugmynd. Það er kaffibolla. Og við vorum á ráðstefnu í Nottingham rétt á það sem að Hrói Höttur var og við vorum á ráðstefnu rannsóknaraðferðir með eiginlega rannsóknaraðferðir sem byggist á þátttöku og þá var ég involveraður í verkefni sem var svona þjálfunar- og menntunarverkefni fyrir fólk fyrir Grindavík og sérstaklega fókus á ungt fólk og við varum búin að búa til ákveðið samstarf að leggja grunn að því og þetta verkefni svona afrakstur af því. Í haust gátum við fjármagna upphafverkefnisins úr þessu verkefni sem að Kvan vann í samvinnu við Rauða krossinn og með styrk frá Rio Tinto og við erum búin að teikna starf á milli ungmennarans Grindavíkur, Háskóla Íslands og svo var Rauða krossinn og Rio Tinto stuðningsaðilar. Þannig svona dæmi sem ég vil svona highlighta uppafi svona samstarf fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka sem ég held að geta verið mjög farsælt og svona dæmi félagslega nýsköpun. Þetta er líka svar við eiginlega þeir rannsóknir sem hafi verið að gera á Íslandi á áhrifum þessara atburða, þessara hamfara á ungt fólk sem var að kalla eftir því að nú sé tími til að ekki bara skoða stöðu þeirra, heldur að ræða við ungt fólk. Og þau eru sett í miðjunni í þessu ferli. Bara rétt að tengja við það sem að hann talaði upphafi, hann Dave og Dane eru í þessu verkefni með okkur að þetta er ákveðið ferli og hann fór nú ákveðlega yfir þetta í upphafi að við erum að virkja þau inn í ferlinu og skoða það sem að hvað séu áskoranir gagnvart þeim, þau taka þátt í að velja hvað við viljum rannsaka, hvernig við rannsaka það, þau greina gögnin og þau kynna niðurstöðunar. En yfir til ykkar. Já, þetta er í rauninni bara svolítið tenging við það sem hann Dein var að segja okkur hérna frá í upphafi. Þetta er sem sagt ferðin, það sem við fórum í. Hvar get ég líka nota örina hérna? Já, þessi hérna. Þannig að ef við förum tilbaka þá sjáum við þarna vorum við bara build community. Og það var bara mynda tengsl við hópinn hjá þeim. En ég ætla svo sem ekki staldra mikið við hér og sýna ykkur bara þessa hérna glæru sem ég finnst bara svo ótrúlega góð og fyrir okkur, vettvanginn okkar. Ég fekk hann að lána frá þeim í Fjörumum, félagsmiðstöðinni Fjörumum í Reykjanesbæ og það er oft verið að nota við erum bara að leika okkur hérna í tómstafræðinni en rétt, við notum leikinn sem verkfæri í okkar starfi og þarna erum við með ungmennaþing í Grindavík til dæmis og þar voru 40 ungmenni og fullt af öðrum gestum sem komu líka og heimsóttu okkur og það voru alls konar lærdómstækifæri þannig að við erum að tala þetta er vegurinn að þessu ungmennaþingi og í rauninni þá átti ungmennaráðið að fá fræðslu frá Dísu
svona leiðtogaþjálfun, hún var tengingin okkar frá Hvan og við það verkefni, en í rauninni vorum við aldrei, við vorum í tímaþröng, þannig að það kom aldrei þessi formlega fræðsla, en hún var í rauninni alltaf bara í þessari vegferð einhvern veginn að skipuleggja þetta ungmennaþing. Og vegferðin að viðbrunum er í rauninni það sem skiptir okkur mestu máli og það koma alls konar hindranir á leiðinni, tímaþröng, vandamál, ágreiningur eins og var að tala áðan í ykkur fyrirlestri hvað ágreiningurinn það er, mikilvægt að þau geta lent í því eða alls konar aðstæður eða vandamál koma upp og svo bara leysa þau vandamál sem komu upp með okkar lóðsögu áfram. Svo er það bara viðbyrðarstjórnun, félagsleg samskipti, hópavinna, skipuleggja þetta, markaðssetningin, hún var risastór hjá okkur, við náðum mjög góðum árangri að koma okkur á framfæri í fjölmiðlum og þvílíkt hugrekki sem að þessi ungmenni sýndu að segja frá þessari erfiðu reynslu bara í útvarpi og unna MBL og eitthvað svona. Þannig að þetta var alveg ótrúlega flott. Og svo þessar aðstæður sem við vorum í. Við erum með ungmenni frá Grindavík sem eru núna dreifð út allt land. Þannig að við erum að reyna að finna stað, hvar eigum við að hittast, hvar eigum við að vera. Og þannig að það var þurfti að gefa alveg ekstra tíma, að finna tíma hvenær við gátum hist. Og svo að allir að fá far á staðinn. Þannig að við vorum okkar besta leið var í rauninni að hittast í Grindavík, þau vildu það. Þannig að hvað vilja þau, það er alltaf skiptir máli hvað þau vilja og þau fá að ráða svolítið vegferðinni. Og svo bara allir einhvern veginn að leggja hendur á plóg og redda hvort öðru fari eða við reddum fari eða leigjum bíl ef það þarf eða þetta var bara alls konar. Þannig að þetta var okkur fannst þessi mynd svolítið lýsandi og líka bara fyrir þessa rannsókn sem við höfum verið í. Og svo annað í þessu að það sem skiptir svo miklu máli í þessu er að við erum með ungmennaráð sem eru alls konar alls konar einstaklingar í þessu og við erum búin að aðeins að pikka út og reyna að pikka í foreldra eða við höfum frétt að einhverjir séu ekki ganga vel félagslega, eiga erfitt í nýja skólanum, þannig að við erum búin að vera að reyna að lokka þau til okkar. Svo eru líka kannski bara einhverjir vinir sem að búa til vettvang til að hittast, eru líka inn í þessu með okkur og svo eru aðrir einstaklingar í ungmennaráðinu sem bara virkilega vilja hafa áhrif á samfélagið sitt og gera eitthvað gott fyrir Grindavík. Þannig að þetta er svona alls konar. En já, viltu bæta eitthvað við þetta? Nei, þetta var bara ekki. En svo við vorum með fund í janúar með Grindavíkurnefndinni og Grindavíkurnefndin er í rauninni skipuð af ríkinu og þau voru ótrúlega flott að vilja koma til okkur og hlusta á ungmennin og þá segir hún Soffía við mig eftir fundin: Getum við í alvörunni haft áhrif? Og ég sá bara stjörnur í augunum hennar bara þegar hún svona ljómaði alveg, bara þegar hún fann virkilega hún gæti haft áhrif og það bara einhvern veginn gaf okkur náttúrulega bara eldmóð í öllu þessu verkefni að gefa þeim það. Og hún var líka svo manneskja sem hafði samband við Höllu Tómasdóttur og fekk hana til að mæta á ungmennaþingið. Þannig að hún var líka með stjörnur í augun þarna yfir hennar stærstu fyrirmynd. En já, svo er það bara ungmennaþingið. Yes, og sjáum við dagskrána sem við vorum með. Bara svona, já. Og ungmennaþingið, dagurinn, hann fór algjörlega fram úr okkar væntingum og ungmennin sýndu þvílíkt hugrekki, frumkvæði og mjög skýra sýn. Og er Pétur formaðurinn og hún Anna, varaformaður, sem opnuðu þingið og kynntu með Ásrúnu forseta bæjarstjórnar fram. Og síðan sjáum við mynd af ungmennaráðinu en það vantar alveg nokkra, en við erum alveg nokkuð mörg í því. Og síðan er fundastjórinn hún Bryndís Gunnlaugsdóttir sem var, já. En okkur fannst svolítið gaman að hafa nokkra svona tilvitnanir inn í þessu hjá okkur. En þetta er hún Anna Ýr sem að við erum að tilvitna í hennar ræðu sem hún opnaði fyrir ungmennaþingið. Við unga fólki erum framtíðin. En við erum líka nútíðin, hugmyndir okkar skipta máli í dag, ekki bara seinna, þess vegna er mikilvægt að við hlustum hvert á annað, virðum mismunandi skoðanir og vinnum saman að lausnum. Okkur fannst þetta rosalega flott hjá henni og að setja þetta einhvern veginn ungmennaþingi á þessu.
En já, svo vorum við með frábæra dagskrá. Þú kannski sýnir okkur, Kolla. Já, hérna uppi í horninu er bandið Nice Guys sem er 4 strákar, mjög hressir með Downs-heilkenni og krakkarnir vildu fá þá og áður en við vissum að þennan dag, 21. mars, var alþjóðlegur dagur Downs. Þannig að það var mjög gaman að þeir skyldu geta komið og það var mikil stemming þegar þeir stigu upp á svið sem var mjög gaman að sjá. Og síðan hérna niðri er Sigurður Karlsson sem er umsjónarmaður fasteigna í Grindavík og kom með mjög góða fræðslu bara allt og hvað þetta er öruggt og það þarf í rauninni enginn að vera hræddur við að koma í Grindavík og skoða sig Og síðan hérna upp í horninu er hún Elín Elisabeth, snarteiknari sem var með okkur á þinginu og teikna alls konar svo skemmtilega myndir út frá því sem að krakkarnir sögðu og sem ótrúlega skemmtilegt að eiga svona eftir þingi til að sjá kannski heildarmyndina líka betur. Og síðan hérna er þingi með Höllu, krakkarnir sem mættu á þingi með Höllu og Bjössa. Sem er, Grindvíkingur. Já, Björn Skúlason er Just Björn. En það kom mjög svona skýrt fram hvað þessi félagslegu hittingar eru mikilvægir og það er kannski líka gott fyrir þennan vettvang að heyra það að mér hefur aldrei fundist starfið mitt jafn mikilvægt og núna og mér finnst fólk virkilega vera að sjá það og meta það og maður var alltaf að bíða eftir uppsögn frá Grindavíkurbæ af því að það var að vera að segja öllum upp en hún kom aldrei af því að þetta skipti svo gríðarlega miklu máli í þessum aðstæðum. Og líka bara gögnin sem út frá þinginu núna, þá eru bara þessi félagslegu hittingar mjög mikilvægir kom fram og líka fyrir 2 árum var málþing frá umboðsmanni barna og í þeim gögnum kom það líka mjög skýrt fram. En þessar myndir eru teknar eftir ungmennaþingið þannig að við vildum að það væri eitthvað skemmtilegt líka eða ungmennaráðið vildi að hafa sundlega partí, það var svolítið slæmt veðri þannig að við færðum bara allt inn í íþróttahúsið en svo fenguðu við fara samt í laugina með krabb og tónlist og svona gaman. Þannig að það setti svolítið svona punktinn á þetta ungmennaþing og þennan dag hjá okkur. Og hérna erum við Pétur er formaður ungmennaráðsins og við komum fram í grein á MBL morguninn sem ungmennaþingi var og hann segir það eru margir sem hafa ekki enn fundið sig á nýjum stað, þá er mikilvægt að geta komið saman, hitt aðra og fengið smáð í félagslífi sem við áttum í Grindavík. Þannig að okkur fannst mikilvægt að það kom fram og rosalega flott hjá honum að segja það. Já, og svo að því að við vorum náttúrulega að vinna með ungmennaþingi, þá er þetta svona hráu niðurstöðurnar sem við fengum og eigum svo eftir að vinna með þær. En hérna get ég bara svona séð hvað krakkarnir voru að segja og þetta er bara það sem að þeim finnst, þetta eru þeirra draumar og við sjáum alveg að þau veit alveg hvað þau vilja. Nægutími. En þannig að við þurfum eiginlega bara að gefa þeim séns og ekki bara eitthvað svona við þurfum að hlusta á þau og svo ekki hlusta á þau, heldur við þurfum að gefa þeim séns að við séum í alvörinu að hlusta og ekki bara hlusta og ekki gera neitt. Þannig að hér eru líka myndirnar sem að snarteiknarinn teiknar, hér getur líka séð svona aðeins hvað var að gerast, séð skýrt svona hvað það er ekkert allir sammála, þetta er ekkert einfalt, þetta er óslega flókið og krakkarnir þá sjá það líka, ok, já, þetta er kannski svolítið flókið og mér finnst bara mikilvægt að segja að oft í svona vinnu eins og þetta málþing eða barnaþing og bara í ungmenna svona ráðsþingum yfir höfuð þá er það hér sem að vinnan stoppar. Hér stoppar samræðið við ungmennin. Ok, við heldum ungmennaþing ekki að við tökum niðurstöðurnar, gerum skýrslu, gefum hann út, krakkarnir sjá aldrei skýrsluna, þau sjá aldrei hvað gerast við skýrsluna og kannski gerist eitthvað en þau veit ekkert hvað það var. Þannig að það er svo ógeðslega mikilvægt að vinnan stoppar ekki hér, heldur að hún var bara að byrja núna. Þannig að samræðið heldur áfram og þú ætlar kannski að segja ykkur frá því að það er svo mikilvægt að við fullorðna fólkið segjum stundum að við erum að gefa þeim rödd en þau eru með rödd. Við þurfum bara að taka henni alvarlega. Og þá kemur það hvar við erum stödd núna. Við erum stödd í þessu ferli þar sem við erum að greina gögnin með ungmennaráðinu á þessu stað
í þessu sem að Dein og Kobbi eru búin að vera að lýsa. En hvað gerum við svo? Sem svolítið stóra spurningin í þessu öllu saman. Af því að eins og hún var að segja, við stoppum oft bara þarna í þessari skýrslu, en við erum að halda áfram. Ef við horfum á þetta út frá þessari nálgun, þá ungmennaþingi í rauninni ekki endapunkturinn, heldur það upphafið af þessu öllu saman. Við erum núna stödd í þeim hluta ferlisins þar sem við og ungmennin erum að fara yfir allt sem kom fram á þessu þingi. Við erum að hlusta aftur, flokka og greina með þeim hvað skiptir ungmennin okkar í Grindavík raunverulega máli. En næstu skref að taka þessa rödd sem þau voru að búa til og umbreyta henni í skýrar, raunhæfar tillögur. Tillögur sem við ætlum að fara með áfram, meðal annars inn á borð bæjarstjórnar, það fyrstu skref sem við ætlum að gera. Og það sem skiptir mestu máli að þetta stoppar ekki þar. Markmiðið að fylgja þessu eftir í aðgerðum, að ungmenni sjái að það sem þau sögðu, það skiptir máli, að það hafi áhrif. Því það einmitt kjarninn í þessu öllu saman, ungmennaþingið, það snýst ekki bara að gefa ungmenni rödd, heldur að tryggja að það sé hlusta á hana og brugðist við henni. Og í aðstæðum eins og í Grindavík, að þá það ekki bara mikilvægt, heldur það lykilatriði í þessu öllu saman. Og okkur langaði, já, endilega. Mér langar líka eiginlega hvetja okkur inni að því hluta þessum vanda sem við glímum, það ekki hvorki til einlaust og það ólík sjónarmið. Sumir segja að mér líður vel það sem ég öðru segja ég hef ekki vini það sem ég Og hvað gerir við svo við það? En þau eru út allt. Þannig hér eru fulltrúar frá sveitarfélögum á Suðvesturhorninu og Vesturhorninu og fólk sem að fylgjast með okkur í streymi eða horfir þetta eftir á. Að það eru grindisbörn í ykkar hverfi, í ykkar bæjarfélagi. Þannig mér finnst raddirnar sem við erum að draga fram hérna ekki síður heim á borði hjá stjórnvöldum eða fagfólki í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þannig ég held að þið getur líka hjálpað okkur að koma þessu áfram annar staðar eða bjóða okkur að koma og tala við þá sem máli varðar í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þannig þau eiga sér bakhjalla í sínu sveitarfélagi sem þau eru að setja staði. Algjörlega. Takk fyrir þetta, Kobbi. Og okkur langaði í rauninni bara að enda þessa kynningu hérna á þessari tilvitnun frá henni Höllu. Ef að það eitthvað sem ég hef lært af í lífinu, þá það allt þetta erfiða sem hefur gert mig að því sem ég í dag. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Og þetta segir hún beint. Ég og Dísa skrifum þetta báða niður og bara fyrir þessi ungmenni að fá að heyra þetta rosa stórt. En takk kærlega fyrir okkur.